Komið sælir, kæru hrútar. Þið eru síðasta eldmerkið þessu sinni og síðasta merkið sem ég les fyrir hérna fyrir júlí mánuð. Búið reyka mikið á eftir mér, bara pist forláts og ég veit að júlí mánuð er löngu byrjaður en tímasetningin er ekki svo nógin, þetta er fram í ágúst líka. Þannig að hérna bara vona að þetta verið góður tími fyrir ykkur. Ég er búin að leggja spilin eitthvað bara til að spara tíma af því að síkunarlögnin tekur smá tíma að leggja hana og lesa hana. Og ég er búin að draga hérna fyrir ykkur líka þemaspil. Kerti kláraðist þannig að við verðum að fá hérna nýtt í gang. Patchouli er komið af stað. Þá bara byrjum við. Kæru hrútur. Þemaspilið ykkar er þetta ótrúlega fallega spil sem að Vogin held ég fékk líka. Sacred Reverence, þetta er sko, þetta er erfitt að þýða þetta. Þið kannski finna einhverju góða þýðingu sjálfir, en Reverence er eitthvað sem er heilagt, einhvers konar tign. Og sacred er líka eitthvað sem er heilagt. Þannig að þetta útleggst eiginlega sem einhvers konar heilög tign, eitthvað heilagt æðra veldi. Þið megið leika ykkur með það bara eins og þið viljið. Ég er að reyna bara kannski að horfa aðeins á myndmáli sem er afskaplega fallegt, þannig hjarta, lykill að hjartanu. Jarðarmunstrið hérna á höndunum sem að svona er vísbending það að við erum öll eitt á þessari plánetu og það er einhver sem að heldur utan þetta allt saman, eitthvað sem heldur utan þetta og svo er þetta einhver spurning að öðlast þennan lykil til að ná þessari vitneskju eða til að ná þessum æðri mætti eða heilaleika. Og það að þetta spil komi upp fyrir júlí mánuð, fyrir ykkur kæru hrútar, táknar einfaldlega að þessi tími í sumar verður markeraður á þessari orku á einn eða annan hátt. Og það er svona bara fyrir hvern og einn ykkar að finna út á hvaða hátt það er. Allavega mikil sterk, falleg orka æðri máttar er hérna með ykkur í júlí og fram í ágúst. Tillið þessu hér svo að þið getið séð þetta. Þá skulum við bara byrja. Fyrst fjöllum við aðeins hérna atvinnuna ykkar eða það viðfangsefni sem þið fáist við dagstaglega. Það getur verið tómstundagaman líka fyrir þau ykkar sem ekki eru með atvinnu endilega. Ég þarf aðeins að laga hérna svona svo við sjáum nú örugglega á öll spilin. Reykjasis standurinn hérna sem að sonur minn leiraði handa mér þegar hann var lítill sem ég þykir afskaplega vænt en hann tekur svolítið pláss. Svona, vona að þetta sé í lagi. Í fortíðinni eru spilin að sýna mér að þið hafi eftir ekki verið sem ánægðastir, kæru hrútar, eða hreinlega bara komið tími á frí. Það kemur hérna upp leiði og þreyta og verkefni sem er verið að rétta að ykkur sem að þið bara segir bara nei, please, ekki meir.
Þetta orðið gott. Einhverju ykkar eru svona búnir að vera á síðustu orkudropunum undanfarið. Og þá á ég ekkert endilega við þau ykkar sem eru að fara í sumarfrí. Heldur líka bara, það er ef til bara búið að vera álagstími í vinnunni, mikið áreiti og sumir ykkar kærar hrútar eru að uppgötva að þetta er ekki alveg vinnan sem þið viljið vera í. Það er bara svo einfalt. Sem að styður líka það að næsta spil á eftir er tilboð tækifæri eitthvað nýtt og fallegt. Þannig að þið standið þetta í þeim sporum að hafa verið boðin annars konar vinna, önnur vinna eða önnur verkefni, ný og skemmtileg viðfangsefni, áhugamál, eitthvað sem að ykkur líður vel með og fangar bæði hjart ykkar og huga. Og í júlímánuði sé ég ykkur svona að vera að vinna svolítið í þessum hlutum í ykkar lífi, viðfangsefnum og vinnu og svona margar pælingar og margar tilfinningar varðandi það. En svona undir lok júlí og fram í ágúst eru þið búin að koma einhverjum boltum af stað, ef þið vill bara með því að sækja eitthvað eða spyrjast fyrir og það verður svona svolítill biðtími á meðan áður en svörin sem þið eru að vonast eftir komið til ykkar. Og fyrir þau ykkar sem að eru að fara í frí, þá eru þessar pælingar bara í fríinu, það er að segja ekki endilega vinnutengdar heldur því sem að þið ætlið að gera í fríinu, hvað þið ætlið að fást við. Þetta er allavega bara jákvætt framundan varðandi þetta. Ok, þá er það heimili ykkar, grunnþarfirnar ykkar og líðanin ykkar. Við viljum helst hafa það þannig að okkur líði sem best heima hjá okkur. Og það sýnist mér svo sannarlega við ykkur, kæru hrútar. Það er velgengni, öllum grunnþörfum mætt. Og þegar ég segi grunnþörfum, þá er ég bara að tala næringu, líkamlega næringu, andlega næringu. Það að vera þreyttur, geta hvílt sig og svo framvegis félagslegar þarfir. Og á einhverjum heimilum ykkar, kæru hrútar, eru margar kynslóðir sem búa saman. Við séum þetta aldrei sterkt hérna hjá mörgum ykkar. Að það eru mannmörg heimili víða. Allir samt sem áður í sátt og samlyndi, engin meiri háttar árekstrar, allavega ekki það sem að mér er sýnt hér. Og innan heimilisins virðist ríkja eining. Það eru pælingar hérna hjá ýmsum ykkar varðandi kaup og sölu og flutninga. Og þeir eru ekki einir það, kæru hrútar, trúið mér. Það er búið að vera svona gegnumgangandi þema hérna í þessum lesturum hjá mér. Einhverju ykkar sé ég láta þetta verða veruleika í sumar. Þetta með flutninga og mikla hreyfingu. Aðrir ykkar taka þetta bara út í ferðalögum. Þessa hreyfiþörf, þessa frelsisþörf. Sum ykkar eru að ljúka framkvæmdum inn á heimilinu líka. Það sé ég hérna. Og eru kannski svona alveg á lokametrónum með það. Undir lok júlí og fram í ágúst er hvíldartími. Hvíld og ró, heilun, friður og já, nú er Reykjavík sem heit hérna alveg fríkút. Ef að einhverjir ykkar
hafa verið að glíma við veikindi, kæru rútar. Þá sé ég bata, júlí og ágúst. Hvað það varðar? Þetta var heimilið og grunnþarfir, já, og ykkar líðan. Mér sýnist ansi margir ykkar hafa þörf á hvíld. Hvað þráiru, kæri rútur, langanir þínar hérna og hvernig heppnin spilar inn í það? Mér sýnist þú hafa verið afskaplega kröftugur fram að þessu og þú hefur þráð að vera í forsvari, metnaðargirni hefur verið ríkjandi og það að koma hlutunum í verk. Það hefur verið stórpartur af því sem að þig hefur langað að gera, enda hefur það gengið afskaplega vel og það er engin lognmolla búin að vera í kringu þig, kæri rútur. Í augnablikinu er aðeins að hægja kannski sem betur fer að vissu marki og þú ert að gefa þér svona meiri tíma til að staldra við og horfa aðeins yfir farin veg og að svona sinna betur og nostra betur við kannski það sem að er ekki alveg farið að blómga ennþá. Þú ert að bíða eftir uppskeru en áttar þig kannski á því að þú þarft aðeins að hægja ferðina og staldra við til þess að hlúa betur að hlutunum. Ekki kasta bara til höndunum og þeysa fram með þessum drifkrafti sem að einkennir flesta rúta. Ég sé bara almenna ánægju framundan með þessa hluti. Það virðist allt leik í höndunum að þér og það sem þú þráir og það sem þið langar, það gengur bara upp. Og þá við með þína nánustu líka. Og allt sem varðar fjölskylduna sé ég líka í góðum farvegi. Þannig að heppnin er sannarlega með þér á þessu sviði, kæri rútur. Þá er það vinir þínir og stuðningsnetið í kringum þig og hér ertu með 2 ása sem bendir til þess að eitthvað nýtt er þar á ferðinni, annaðhvort bara nýir vinahópar, nýtt fólk sem þú ert að kynnast, einhverja nýjungar innan hópsins. Það getur verið á mörgum sviðum, en eitthvað segir mér að fram að þessu hefur þú, kæri rútur, verið svolítið duglegur að grisja. Kannski ljótt að segja grisja varðandi fólk, en það er það sem að lýsir því best. Þú ert að grisja svolítið vinahópinn, greinarnar í kringum þig. Þú ert að færa orkuna þína inn á færri svið til að geta betur nýtt hana og til að þurfa ekki að dreifa athyglinni þinni á svo marga staði. En þú ert félagsvera, kæri rútur, það verður ekki aðeins skafið. En það hefur verið þörf á þessu hér í fortíðinni. Þú hefur verið að gera hluti upp, sem sagt innan þíns stuðningsnets og þú ert afskaplega hreinskilinn og lætur fólk alveg heyra það ef það þarf. Og kannski hefur það farið illa í suma og þeir á þá bara að grisja sig sjálfir burt úr þínu umhverfi. Þetta eru líka nýjar hugmyndir sem hafa verið í vinahópnum. Mér sýnist þú eiga marga vinahópa. Eins og sumar konur sem ég þekki sem í mörgum saumaklúbbum. Í dag ertu bara fullur af von og bjartsýni og svona tilbúin að gera eitthvað skemmtilegt með vinum.
þú ert svona svolítið að vonast eftir að sumari verði skemmtilegt að því leyti að þú fáir eitthvað skemmtilegt út úr sumrinu, sem svo sem bara ósköp eðlilegt. Ok, framundan júlí, ágúst. Er eitthvað réttlætismál innan þessa hóps stuðningsnetsins þíns eða vina þinna sem að þú ert að fara að takast á við? Einhver niðurstaða tengist til þessari grísjun sem ég talaði hérna áðan, að það er að komast aftur á jafnvægi eftir kannski einhverja svona erfiða tíma, og eitthvað réttlætismál er að leysast þér í hag. Ég get ekki orðað neitt skýrara en svo. Nú ef að vinir þínir, einn eða fleiri, er að glíma við einhvers konar mál tengt dómsmálum og lögum og þurfa lagalega aðstoð, þá sýnist mér það fara þeim í vil, hvort sem að þú ert partur af því eða ekki. Ok, þá er það ástin, náinginni, rómantíkin. Já, ég andvarpa djúpt. Elsku hrútur, það er margir ykkar hafið upplifað skilnað, hjónaskilnað í fortíðinni. Sumir ykkar eru nýstignir út úr því, hjá öðrum er þetta lengra aftur í fortíðina. Allavega hafið gengið í gegnum breytingu hvað varðar ástina. Og eitthvað nýtt er að koma inn til ykkar í dag, og hérna aðeins lengra inn í sumarið sé ég hérna 2 karlorkur. Það er að segja, gæti verið 2 karlmenn, og við erum að tala rómantíkina og ástina, þannig að það er þá bara spurning að þú sért að dreifa kröftum þínum eða með 2 í takinu eins og einhvern tímann var sagt. Það er alveg möguleiki hérna, kæri hrútur, og í dag á tímum stefnumóta, forrita og samfélagsmiðla er þetta víst bara ekkert óalgengt að þú sért að beina athyglinni að fleiri en einum aðila. Þeir eru ólíkir þessir aðilar, annar meira á tilfinningasviðinu, hinn meira á hugsanasviðinu. Þannig að höfða kannski til þín á sitthvorn háttinn, en já, ég óskaði bara góðs gengis með þetta, kæri hrútur. Hvort sem að þetta eru 2 karlmenn, 2 manneskjur sem búa yfir þessum karlmanns orkum, skulum við segja. Eða bara hreinlega þú sjálfur að þú sjálfur að svona sinna tilfinningahliðinni þinni á annan veginn, en síðan huglægu hliðinni á hinn veginn. Allavega nýtt og spennandi. Og þessir ásar sem að komi hérna á undan, sem tákna líka nýja hluti, gefa líka vísbendingu að það eru nýjungar á þessu sviði líka. Því
Því að þau tengjast jú auðvitað þessi tvö svið, vinir, stuðningsnet og svona þínir nánustu og svo ást og rómantík og náin kynni. Ok, bara til hamingju með þetta, kæri hrútur. Þá það plönin þín, áætlanirnar þínar og markmiðin þín. Bara blússandi gangur í fortíð og fram að þessu, heppnin með þér í liði enn og aftur og eitthvað óvænt og skemmtilegt og alltaf eitthvað í gangi, aldrei lognmolla eins og ég sagði áðan. Hvað varðar plönin þín? Í dag ertu að hugsa að fara hefðbundnar leiðir og heldur því svolítið innan rammans, þar sem að áður kannski spáður ekki mikið í það. Ef til vill er þessi rammi tilkominn meira og meira með aldrinum, stundum gerist það, eða bara reynslan hefur kennt þér það að nú gott að vera innan rammans. Það getur verið tímabundið, því að ég sé að þú ert svolítið að bíða eftir að ákveðnir hlutir skili sér, ákveðin plön sem að þú hefur sett fram og svona sent út í kosmosi eins og við segjum, og þeir munu skila sér hérna í lok sumars. Þessi markmið þín, þessar áætlanir þínar. Já, ég skynja hérna bara alheiminn bara með þér í liði, blessa þig í hvað varðar þessi plön þín, því að þau eru alltaf öðrum til góðs líka. Þú ert ákaflega svona ósérhlífin, kæri hrútur, og tekur oft aðra með þér inn í þínar pælingar. Ok, bara gott mál að lokum, svona þín hjartansmál, þar sem þú vilt fá út úr lífinu og því sem að þú hefur kannski leitað að. Það getur verið andlegur þáttur, tilfinningalegur, efnislegur. Í fortíðinni og fram að þessu finnst mér það hafa gengið upp sem þú hefur svona vilja fá út úr lífinu. Þú hefur sóst eftir ákveðnum hlutum sem hafa fangað þig eða dregið þig að sér, og þar hefur verið góð svörun. Í dag eru einhvers konar vonbrigði í gangi. Það getur verið eitthvað varðandi ástamál sem ekki hefur gengið upp. Það getur verið einhver sorg sem þú hefur gengið í gegnum, sem þú hefur upplifað, sem er ennþá svona að hafa sín áhrif á þig. Einhver eftirsjá getur verið hérna líka. Eitthvað sem þið hefði viljað fá út úr lífinu sem að þið finnst vera of seint að gera núna eða að pæla í. Eitthvað sem þið hefði viljað gera öðruvísi. Þetta eru svoleiðis hugsanir sem eru svolítið að hrjá þig í núinu í dag. En þú, kæri hrútur, ert ekki þessi típa sem að velti sér mikið upp á hlutunum. Þannig að ég sé bara hérna þegar fram í sækir í sumar, þá ertu bara farin af stað aftur með svona nýtt passjón fyrir lífinu, hvað þú vilt fá út úr lífinu, hverju þú ert að leita að, og það er bara fullt af nýjum hlutum að gerast. Og leið og þú setur þetta út, þá svarar almættið með því að senda þér fullt af góðum hlutum. Og þú bara ferð af krafti hérna í það að láta þessar drauma þína verða að veruleika. Ég ætla að láta þetta verða lokaorðin varðandi
það sem hérna á borðinu hjá okkur. Í heildina þessi lögn hérna afskaplega jákvæð og það eru mikið af breytingum, mikið af nýjum hlutum sem eru í sjálfu sér samt sem áður jákvæðar breytingar. Þannig að þú mátt alveg, kæri Hrútur, láta þig hlakka til sumarsins. Þú farið hérna spil sem heitir Financial Flow, efnislegt flæði. Já, það tengist þessu nýja viðfangsefni, nýja starfinu þínu eða nýjum tómstundum. Breyting á fjárhagnum, aukning á fjárhagnum, en skemmtilegt. Kannski er þetta eitthvað sem þú ert búin að vera að pæla í lengi, sem er að verða veruleika núna. Sumarið á eftir að skila þér góðum hlutum varðandi það og mér sýnist þú vera að uppskera þegar líður á sumarið með haustinu. Annað spil færðu hérna. Þetta eru sjávarspilin mín. Já, ok, kæri Hrútur. Svampur, sjávarsvampur. Hér er verið að tala um það að soga í sig eða taka upp orku. Já, annara, orku umhverfisins, ýmiss konar orku. Og þú þarft að fara svolítið gætilega þar, kæri Hrútur. Ef að þú ert næmur einstaklingur, sem á enskunni er oft kallaður empath, einstaklingur sem finnur til með fólki, sem getur sett sig auðveldlega í spor annara og hefur samúð með öðrum. Þá þarftu að fara gætilega að taka ekki inn á þig þar sem ekki er þín eigin orka. Ef til vill þarftu að setja upp einhvers konar varnir, þó ég sé ekkert endilega fylgjandi því að fólk gerir það. Það getur verið tímabundið. Ef þið finnst þú vera í neikvæðu umhverfi innan neikvætt fólk, þá er bara létt æfing að ímynda sér fallega sápukúlu í kringum sig og hugsa sér það að engin neikvæð orka komist þar inn fyrir. En þetta er einhver ábending varðandi tímann sem fer í hönd. Ef þú hefur spurningu varðandi tímasetningu, þá fáum við hérna spil sem kemur inn á tíma. Og það er verið að segja þér að vera þolinmóður, kæri Hrútur. Sýna þolinmæði, góðir hlutir gerast hægt. Það er ekki þín sterka hlið, kannski, eldmerki sem þú ert, orkuboltinn sem þú ert, kæri Hrútur. Hér færðu annað spil og þá er verið að tala um sumarið. Þín vegna vonandi er þetta núna í sumar en ekki næsta sumar. Það sem að þú ert ekki mjög þolinmóður í eðliðinu. Ok. Þá er það ef þú hefur spurningu sem að þú vilt að gefa þér já eða nei svar. Nú, eða eitthvað þar á milli. Ok, svo lengi sem að þú ert tilbúin, segir þetta spil. Þannig að það getur verið já. Nú, ef þú ert ekki tilbúin, þá er þetta kannski nei, þangað til þú ert tilbúin. Þar höfum við það, kæri Hrútur.
Ég vona svo sannarlega að sumarið verði þér gott og gjöfult og júlí mánuður. Ég þakka þér kærlega fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.